Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við að þessu sinni tökum upp hérna í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri. Við ætlum að fjalla ýmislegt í dag. Það verður tæknihotnið að venju, við tölum bækur og fáum hana Guðrúnu Karítas til okkar. Það ætlum við meðal annars að ræða ansi mikið bókin hennar Jóhönnu sem var að koma út hérna næringarbókina. Svo ætlum við að tala við snjóbrettafélaga. Og svo ljóðakvöld. Ljóðahátíð, norður. Litla ljóðahátíðin sem bæði á norður- og austurlandi og þetta er skemmtileg, eiginlega bara og stór hátíð. Já, svo ætlum við að fara í alveg afar stólið innslag sem ætlum að kíkja á fólk upp í skólum og athuga hvað það er að hlusta á. Það er eitthvað sem við sáum í rússnesku sjónvarpi á hverjum stilasöfum. Við vitum ekki að hvort það heppnast. Nei. Við ætlum líka að líta við á Glerutorgi en þar eitthvað húlumhæ framöndan helgina. Það vakti athygli okkar að iðnaðarsafnið verður þar með gamlar tískuvörur. Þannig við ætlum að bera saman svolítið gamla og nýja tíma í tískunni. Spennandi. Og já, erum við ekki komið með þetta svona sirka bát? Hvar ætlum við að byrja? Herði, mér langar aðeins að byrja, þú veist ekki að tala við neitt, en ég sá svo margt athyglisvert á netinu. Internetinu. Já. Og það var fyrst konan sem ákvað að fara á súlur. Já, í óveðrinu. Í brjáluðu veðri. Það var rosalegt. Já, þegar þú vaknaðir, eða bara þú fórst að sofa kvöldið áður, þá var brjáluðu veður. Þá vaknaðir daginn eftir, þá var ennþá brjáluðu veður. En svo var einhver sem vildi fara á súlur. Bara sennilega reglulegt, einu sinni í viku eða eitthvað. En allavega hún fór og svo sá ég þetta myndband þar sem verið að leita að henni og það var aðeins verra veður upp á súlum. Það var hrikalegt, þetta var bara blissart upp á súlum. Maður gerir sér ekki grein fyrir því að væri bara snjóstormur rétt hjá okkur. Og já, það var gott að þessi kona slapp, þetta hefur verið rosalegt hjá björgunarsveitunum. Já, og gaman að sjá þetta myndband þarna og gera sér grein fyrir þetta var verra ástand heldur en maður hélt í örygginu niður í bæ. En svo var það líka þetta árstíðamyndband þegar var verið að syngja hvað þetta var. Já, þeir voru nýbúin með tónleika og fóru inn á lestarstöð í Þýskalandi og komist til að því að hljómurinn á svo lestarstöð, hann hentaði mjög svo þessu lagi sem þeir taka hana. Og þetta kannski sýna bara smá brot úr því svo að fólk viti hvað við erum að tala um. En að því að við erum nú að tala aðeins myndbönd á internetinu og það sem hefur svona vakið athygli, þá eiginlega ekkert annað hægt en að tala Miley Cyrus eins og allir hinnir, eða hvað? Er það alveg? Annað Miley Cyrus. Hver hefur sett tónlistamyndband á netið og fengið svona, ég held hún sé komið með 120 miljón view á YouTube á þetta myndband sem heitir Wrecking Ball, en hún náttúrulega vakti ótrúlega og ómælda lukku á hátíðinni. Það er rosa margir með áhyggjur af Miley Cyrus. Er það? Já. Það er fullt af hlutum í gangi en það er alltaf að tala hvað er mikil áhyggjur af Miley Cyrus á myndbandinu. Já. En kannski það af því að það er svo margir áhuga á þetta og eitthvað. Er ekki lífið þá ansi gott. En hann var dálítið flottur strákurinn sem fór og gerði endurgerði myndbandið hennar Miley Cyrus og þetta var, ég veit ekki, þurfum við ekki bara að sjá smá? Þetta kannski segir svolítið mikið fáránleika myndbandsins hennar Miley. Og þetta gera þetta reyndar oftar með svona myndbönd að prófa að skipta kynjunum, bara svona frá einhverju svona
svo ég færi nú alltaf að koma með einhver jafnrétti sjónarhorn. Það verður einhvern veginn allt svo miklu skýrara ef við prófum bara aðeins að skipta. Er ekki bara alltaf astnalega þegar karlmenn reyna að vera kynjasendi? Nei, alls ekki. Nei, þér finnst það kannski af augljósum ástæðum, en mér finnst það alls ekki. En sko, nekt er eitt, kynferðislegir tilburðir er annað og þetta er einhvern veginn svona... Og sleikja múrbrjót er bara alveg eitthvað sem að það er spannað, skilst mér. Hefur við ekki að fara að byrja á? Kannski fyrst og fremst astnalegt. Já, svolítið. Herri, við byrjum á þessu, nóg af kjaftaði og myndböndum frá okkur. Bara það sem er á FM svona hverju sinni og síðan eitthvað svona klassískt bara, eins og hvaða markmóra eða eitthvað. Þessa dagana? Svolítið að Rás 2, það er svolítið inn. Nefnum á morgnana, þá var FM 957, svolítið gott. Morgunþáttur Marino, nei, annarkvæmt. Bara það sem er í útvarpinu á hverju sinni, sko. Það sem ég kveikt á. Listamenn? Ég bara hlusta á það sem er í útvarpinu og síðan er ég mikið fyrir svona tónlist eins og Monsters and Men og Retro Steps og svoleiðis. Ekkert eitthvað sérstakt. Miley Cyrus. Ég er að hlusta mikið á lögin sem við hlustum á Gospel Soul í útskriftarverðinu. Bílana og Queen. Ég veit það gott maður.